Já, komið þið sæl og velkomin í hádegisviðtalið. Krónan styrktist í gær en seig aftur í morgun. Stýrivaxta sjússarnir dugðu ekki til eins og einn bloggarinn orðaði það í morgun. En gríðarlega verðhækkanir hafa verið boðaðar og meðal annars hjá Högum. Forstjóri Haga, Finnur Árnason, er sestur hérna hjá mér. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Þú hefur boðað 20% hækkun á innfluttum matvörum. Hvað með hinn 70% í matarkörfunni? Hvað áttu von á því að matarkarfan hækki? Ég hef sagt það svona miðað við það forsendur sem við erum að horfa á í dag, að þá sé það kannski nálagt 15%. Og hvað veldur? Það er ekki bara þessar gengisbreytingar? Nei, það er ekki bara gengisbreytingar. Það eru, þegar að viðtalið við mig var tekið í gær og ég sagði 20%, að þá kostaði evran rúmlega 120 krónur. Hún hefur lagast aðeins, þannig að það verður að taka tillit til þess, en kannski það sem ég er að benda á er að evran kostaði undir 100 krónum fyrir síðustu mánaðamót og hún er núna að sveiflast þetta frá 116 upp í 118 krónur og innflutt matvara, stærstu hluti þess fer beint út í verðlagið. Það má segja í lágvöruverslun þá er yfir 85% af kostnaðinum er innkaupsverðið, þannig að það kemur beint. Þar fyrir utan eru að horfa á nýgerða kjarasamninga þar sem að til dæmis í matvöruversluninni er 8% kostnaðarhækkun og síðan ef að vísitalan og verðbólgan fer á skrið þá eru margir aðri kostnaðarlegir sem að fara á hreyfingu. Þannig að þó að gengið styrktist og færi hratt niður? Það myndi hins vegar hafa veruleg áhrif, ég myndi segja það og sem betur fer má segja að þá er mikil fylgni á milli innflutningsvers og gengis. Ég er ekki sá spámaður að geta spáð fyrir hvar krónan lendir eða hvað er þetta jafnvægisgengi sem við erum að horfa á í náinni framtíð. En hins vegar þá fannst mér okkur skylt að koma þess á framfæri. Við erum að horfa á verulega breytingu á aðstæðum og þetta á ekki bara við matvöru. Það veit að hver sem að fer til útlanda í dag að hann þarf að kaupa sér 1 evru, hann kann fengið hann á 98 eða 97 krónur í lok febrúar en hann þarf að borga 116, 118 eða 120 krónur í dag. Og það er bara Kókó Prins í útlandum sem hefur hækkað 20%. Einmitt. Hafa nú reka Hagar svona þessar stóran hluta af matvöruverslunum í landinu meðal annars Hagkaup og Bónus. Hafið þið þegar þurft að hækka? Já, við höfum þurft að hækka en það sem við höfum líka bent á er það að það eru margir samverkandi þættir sem að koma að matvörunni núna. Það eru búið að vera frá því fyrra sumar miklar fréttir af því að heimsmarkaðsverð á mörgum vörum hefur verið að hækka. Korn til dæmis í Bandaríkjunum hefur meir en tvöfaldast í verði frá árinu 2005 og ástæður þess eru meðal annars þær að þar er verið að nota korn í eldsneytisframleiðslu. Bændur eiga þar valkost að framleiða korn og selja í eldsneytisframleiðslu annars vegar og hins vegar í matvælaframleiðslu. Þetta tvöfaldar verð á korni, þetta gerir það verkum að akrar eru teknir undir annað heldur en matvælaframleiðslu. Þetta hefur valdið því að hrísgrjón og fleira hækkar sem gerir það verkum að hráefni í alla framleiðslu, matvöruframleiðslu, hvort sem það er keks eða brauð eða salketi eða hvað annað, að það er að hækka. En hvað hefur þetta skilað sér mikið? Hvað hafa Hagar þurft að hækka mikið hjá sér verð undanfarnar vikur? Við vorum í umræðinu núna til dæmis í febrúar að þá kom fram að á meðan neysluvöruvísitalan hafði hækkað rúm 6% frá 1. mars þegar að skattalækkunin var að þá höfðu matvaran hækkað 5,7-5,8% ef ég rétt. Þannig að við erum innan við neysluvöruvísitöluna. En núna í mars? Núna ég er ekki með nákvæmlega tölur yfir það en það má segja að það er náttúrulega búið að eiga sér stað frá áramótum og þetta er mjög mismunandi eftir vörutegundum. Við erum að horfa upp á, eins og ég sagði þér áðan, við erum með sykurhækkanir undanfarna mánuði upp á 17%, hveiti upp á 40% því að það er eina af þessum vörum sem hefur hækkað á heimsmarkaðsverði. Við erum með pasta upp á 31%, kaffi 36%. Þetta eru kostnaðarhækkanir inn til okkar, sumt fer út í verðlagið, annað ekki og eins og ég segi, svo eru aðra vörur sem hafa ekki hækkað, þannig að
Ég held að umræða þetta skipti miklu máli. Það þarf að grípa til aðgerða til þess að koma í veg fyrir að verðbólgan fari hér á flug. Já, nú var aldeilis gripið til aðgerða í gær, gríðarleg stýrivaxtahækkun hjá Seðlabankanum. Jú, hins vegar Skiptir hún máli fyrir ykkur? Auðvitað skiptir, já, það má segja stýrivaxtahækkunin, ég ekki viss að hún skili því sem að þarf til. Það hafa verið hér mjög háir stýrivextir, þeir hafa ekki skilað þeim verðbólgumarkmiðum sem að til var ætlast, því miður, og til lengri tíma vonandi gera það, en þetta ekki eitt og sér nægjanlegt til þess að ná hér niður verðbólgu. Auk þess sem að þetta kostnaður sem að bæði leggst á heimili og fyrirtæki og vaxtastig sem orðið þetta hátt að það stendur enginn undir því, hvorki heimili né fyrirtæki. Fyrir hverja var þessi stýrivaxtahækkun í gær? Ef hún ekki fyrir heimilin og fyrirtækin í landinu? Hún náttúrulega kemur til með að hafa hér þau áhrif, myndi ég að segja, að atvinnulífið hægir á því verulega og ég hræddur að það verði, þetta nánast eins og bremsa. Þetta fyrir spákaupmennina og bankana? Ég vil ekki segja til það. Ég segi bara að þetta eru vextir sem að valda kostnaði, bæði fyrir heimili og fyrirtæki og til lengri tíma þá getur engin staðið undir þessum kostnaði. Og á hverjum heldur þetta bitni harðast? Þetta bitnar harðast á þeim sem að skulda mest, það ekki spurning, og ég myndi segja skuldsett heimili, þeir sem eru með yfirdrátt eða mikla skuldir, að þeir verða mest fyrir barðinu á þessu. En þú boðar hækkanir, það eru margvíslegar ástæður fyrir þeim hækkunum. Ég boða ekki hækkanir, ég segi ef við horfum á það staðreyndir sem að liggja á borðinu, þá hefur hér gjaldmiðillinn, krónan, veikst. Við erum að flytja hér inn vöru, borgum fyrir þær með evrum að stærstum hluta. Evran kostaði innan við 100 krónur, kostar núna 116 eða 118 krónur. Það mun leiða til hækkana. Það mun leiða til hækkana, en eitthvað, stýrivaxtahækkanir, þær geta ekki slegja á þetta. Hvað til ráð? Geta yfirvöld, getur Seðlabankinn eitthvað gert til þess að koma til móts við þetta ástand? Stýrivaxtahækkunin mun líklega leiða til þess að frekari hækkanir mun ekki eiga sér stað. Við getum sagt að krónan veikist ekki meira, hún styrkist. Það til lengri tíma mun draga úr verðbólgu. Hins vegar erum við með verðbólguskot og eins og ég segi, ég get ekki spáð fyrir það hvar krónan endar eða hvar þetta jafnvægisgengi Vonandi gengur þetta tilbaka þannig að hækkanirnar verða ekki eins miklar og við erum að horfa á í dag, en enga síður þá sé ég ekki fyrir mér að við getum farið að kaupa evruna á undir 100 krónum í náinni framtíð. En eitthvað hægt að gera til að koma í veg fyrir að verðlag hækki? Í fyrsta lagi, hafa fyrirtækin svigrúm til að taka meira á sig af þessum hækkunum? Nei, það ekki í myndinni. Í öðru lagi, þá hægt að gera eitthvað? Já, við höfum lagt til auki frelsi í viðskiptum og þar með niðurfellingu á tolla og vörugjöldum og við höfum sagt að kjúklingur og svínakjöt og egg og þess áttar sem eru mjög hátt tolluð að frjálsinnflutningur á slíkum vörum myndi gera mjög mikið. Þannig að við höfum lagt það til. Og hvernig hefur því verið tekið? Já, við sjáum ekkert ennþá, en ég hef trú á því að það verði eitthvað gert því að það er alveg ljóst að við viljum ekki horfa upp á verðbólgu eins og virðist blasa við miðað við þá stöðu sem við erum að horfa á í dag. Við þekkjum það og olíufyrirtækin eru sérstaklega sökuð að vera eldsnögg að hækka þegar heimsmarkaðsverð hækkar. Þau voru snögg að hækka líka núna þegar gengið breyttist. Minnistu þess að til dæmis í þinni tíð hjá Högum að mataverð hafi lækkað þegar gengið styrkist? Já. Ég bara með fyrir framan með mynd sem að sýnir þetta mörg ára aftur í tíman og það fylgni á milli gengis og verðlags. Auðvitað eru þeir sem eru að flytja inn vörur, þeir eru með mismunandi kjör og þess háttar en í heildina þá fylgni þar á milli. Þannig að þið munuð lækka verð aftur þegar gengið styrkist? Já, sjálfsögðu. Ef þú ættir að lýsa þessu ástandi sem núna, menn tala taugaveiklun viðbrögð hjá Seðlabankanum, það mikill órói, krónan styrktist í gær en hún lækkaði aftur í morgun. Hvernig myndirðu lýsa þessu ástandi? Það náttúrulega mikið óvissu ástand, það er engin spurning.
Ég held því miður að Seðlabankinn sé ekki með verkfæri til þess að ná þeim markmiðum sem honum falið að ná. Og stýrivextir einir og sér, þeir ráða ekki við verðbólguna eins og staðan er. Ónýtt tæki? Já, það allavega virkar ekki ef að verðbólgumarkmið það sem að Seðlabankinn á að ná, að þá hefur það sýnt sig, og ég sammála Vilhjálmi Egilssyni með það, að þeir hafa ekki virkað til þess að ná þeim markmiðum sem að honum falið að ná. Þarf að afhenda Seðlabankanum einhver önnur tæki? Ég veit ekki hvort það bara Seðlabankinn, hugsanlega Seðlabankinn, ríkisvaldið, viðskiptaumhverfið, það þarf að skoða þetta í heild. Ég held að sé enginn með lausn á þeim vanda sem við erum í. Hefur þið drög að lausn? Nei, en ég held hins vegar að frjáls og opin viðskipti, að þau séu hluti af því. Og það má segja að þetta ójafnvægi sem við búum við í gjaldeyrismálum og gengismálum, að það náttúrulega kemur niður á bæði fyrirtækjum og heimilum. Einmitt. Finnur Árnason, forstjóri Haga, þakka þér kærlega fyrir þetta. Hádegisviðtalinu lokið og við verðum hér með fréttir 6:30.